Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Við sittum hér að venju félagarnir. Sigurður Már heiti ég og hjá mér Jón G. Hauksson. Herðu, og jólin að nálgast. Jólin að nálgast og við erum hér á aðventunni og menn eru þetta aðalega að hugsa hlutabréf núna, að gefa hlutabréf í jólagjöf. Það er ekki jólagjöfin í ár. Það getur jólagjöfin í ár. Herðu, það er mikið í gangi hjá okkur í dag. Það er ekki bara það, við ætlum aðeins að taka smá svona stöðutekk á hlutunum. Svo fáum við góða gesti til okkar. Já. Guðmundur Kristjánsson í Brim, elsta félagið í Kauphöllinni. Sem ég þetta var HB Grandi. Já. Hann ætlar að koma til okkar. Já, elsta sjávarútvegsfyrirtæki. Nei, elsta félagið. Já, var það? Já. Ég held að Ólís hefði verið fyrsta félagið sem verið. Elsta sem er skráð núna í Kauphöllinni. Já, ok, það er svoleiðis. Já, okay. svo við séum með það á hreinu. Já. Síðan kemur Helgi Vívill Júlíusson, greinandi hjá EFS Reitun og hann ætlar að fara yfir 2 stærstu félögin í Kauphöllinni með okkur og þeir hafa verið með nýlega greiningar á þeim og síðan í lokin þá ætlar þú að taka viðtal við Silvíu Kristínu Ólafsdóttur sem er ekki nýjasti forstjórinn í Kauphöllinni. Nýr forstjóri í Kauphöllinni, og hérna, það ég ætla, hún kemur hérna, henni senkar aðeins og þá verður þú komin í skötuna eða hangigjötuð einhvers þar út í bæ. Við skulum ekki ofmiklar upplýsingar fyrir hlustum. Jú, það er allt til að þér vitum, fá að vita matstiðin á þér í hátíðinum. Þeir hafa áhuga á öðrum hlutum. En við ætlum að fara aðeins yfir þetta og það er kannski byrjum bara á Kauphöllinni að þar, við höfum alltaf verið að tala þessar hausttækkanir og rétt fyrir jólin og eitthvað svona, þú ert nú að tala jólagjöf. Ég er eiginlega komin þangað. Já, það getur nefnilega bara verið góð, nei, það er ákveðt máli, mér finnst bara góðu punktur vegna þess að jólagjöf, að gefa hlutabréf í jólagjöf, það er bara, mér finnst það bara góður kostur. Annað er það að það er ákveðin kauptækifæri að okkar mati svo við verðum að tala þegar að úrvalsvísitalan er svona, ég meina hún var 2900 og meir en það í upphæfi árs og svo hún núna rúmlega 2700 þannig að við sjáum það að það er markaðurinn frekar miðað við fyrri tíma þá er rauninni kauptækifæri að margar mati. Í mörgum félögum í Kauphöllinni eru góð kauptækifæri. Við áttum ekki ég held að Helgi mun nú fara vel yfir það til dæmis á stöðuna þessum 2 stóru félögum. Já. Og það eru þetta víða ég veit ekki hvort að óvissan varandi sjávarútvegsfyrirtækin, hvort að það sé búið að pakkina ákveði inn núna, nú er vita hver veiðigjöldin verða og áfram eru þetta frábær rekstrarfélög sem hafa gríðarlega þekkingu á sínum sviðu, munu fjárfestar horfa til þess eða þessi óvissa situr hún eftir í fjárfestum, ég veit það ekki. Mér langar að nefna, við höfum aðeins nefnt hvað okkar stóru samgöngufélög, Eimskip og Icelandair eiga þegar kemur á umhverfissköttum. Loftslagsskattar og loftslagsbókhald sem að við höfum aðeins rætt og fórum aðeins í gegnum það síðast og er virkilega íþyngjandi en Icelandair hefur verið að hækka sem er dálítið merkilegt að nú það komið upp í gengið þegar það var skráð selt út til hluthafa á krónu fyrir hluturinn fyrir fór upp í 2,17 held ég mest eða 2,20 ég held að það fór ekki yfir 2,20 ég held að og síðan þetta er búið að vera dálítið táradalur fyrir fjárfesta í þessu félagi í miður. Já, félagi menn ekki vantilega skila hagnað á þessu ári og það eru þetta svona en það hefur félagi hefur verið að hækka núna í Kauphöllinni síðustu viku og það ég veit ekki, það eru svona kannski fjárfesta sé eitthvað bjartsýnið á það flytur jú 7 hverjum 10 farþegum til og frá landinu. Það er rétt. Og hefur auðvitað sterka stöðu og það er mikil þekking og það er öll kerfin eru til ég vera góð hjá Icelandair. Félagi hefur verið að fjárfesta í nýjum vélum, færa sig yfir á ýmsa arðbærara svið og ég tel að grunnstruktúrin í Icelandair sé sterkur en það er sannarlega ýmislegt sem að gefur á þar. Já, og leiðakerfið þetta hefur alltaf verið, það hefur verið svona struktúrun að módelið, viðskipta hugmyndin eru þetta flytja farþega á milli og þeir eru náttúrulega stærsta fyrirtækið í íslenski ferðaþjónustu, þannig að ef eitthvað fer að fækka farþegum þar, en þeir eru líka í samkeppni, þeir eru í alþjóðlegri samkeppni þó sem er sterkast stöð á Íslandi, hingað fljúga, sérstaklega á sumrin, þá fljúga hingað 27 til 30 félög, sko, já. Og það er svona, en
en það líka bara athyglisvert að Kauphallan hefur verið á þessu róli, nú það verður fróðlegt að sjá hvernig stóru fyrirtækin tvö þarna eru eins og þú segir, nú það er kannski bara eitt vegna þess að svona ef að nú eru allir í verslunum að versla fyrir jólin og þá vekur það kannski athygli frétt sem var að koma með að María Gretarsdóttir sem hefur verið forstjóri Prís og Heimkaupa, hún alltaf hætt hjá Samkaupum og þeirri keðju og hérna farin virðist vera og sem svolítið, hún búin að vera hérna í rúmlega 1 ár, jafnvel 1,5 ár. Hún var nú reyndar hjá Arctic Adventures áður, þekkt körfuboltamanniski fyrir þá sem það vilja vita áður og var svo framkvæmdastjóri Krónunnar. En þetta eitthvað sem segir okkur hvað þarna að gerast? Já, þetta er bara athyglisvert að hún hefur áður hætt með frekar stuttu fyrirvara og Krónunni og stundum hefum að skilja að það sé einhver svona prinsipákvarðanir sem hún að taka, við skulum ekki segja það, hún hefur allavega þar sem hún hefur hún verið svolítið ábyrrandi og svolítið andlit rekstusins. En nú vitum við ekki alveg hvernig þetta verður og það er einhver saga maður kemur í manns stað. Já, maður kemur í manns stað en fólk hlýtur að spyrja sig, býtu hver, ef hún að hætta þarna, býtu hvað þá að gerast þarna, þetta er fyrirtæki sem er búið að vera að byggja upp, Skel er þarna langstærsti eigandinn með 67% í þessu fyrirtæki. Og allt stefnir þetta á skráningu við erum að ræða þess vegna því að Samkaup og þarna voru að fara, var Skel þetta fyrirtæki var að fara sem heitir Drangar reyndar, Samkaupir hlutadröngum og er með orku og maður að passa sér svolítið á þessu, þetta eru svona reglíf Drangar en gott að hafa því Jón, þú ert ég er reglífa góður að muna þessa hluti ég er í reglífa samtökum heyrðu, að það sem er kannski líka þá veltu fólk því fyrir sér, er eitthvað að gerast þarna, er verið að ráða inn einhvern núna stórlags til þess að reka og rífa upp sem sagt maturverslunar hlutans sem er þá Samkaup, maður bara spyr sig, er að koma þar ykkur sem sagt, er þetta einhvers konar valdabarátta eða er einhver annar að koma, það er yfirleitt þegar einhver hættir svona 1, 2 og 3. Ég verður bara spenntur þegar þú byrjar að tala um alla þessa hluti. Annarkvort hefur hún hugsaðlega ekki náðu nægilegum árangri eða þá að hún er að spekulasjónir eru ær og kýr fjárfesta þeir verða að pæla hvað er að gerast þarna og fleira en þetta er svona bara vegna þess að fólk er að versla og hún er áberandi þess vegna þetta í viðskiptafréttum tala svona hluti átök bak við tjöldin Íslandsbanki, við tókum smá nú veit ekki hvort það sé neina átök þarna bak við tjöldin ég veit það, við sláum ekki öllu fram með hæfilegu fyrirvöru í svona jólaskappi sem við erum núna en Íslandsbanki, hvað hefur að mér finnst þetta að vera svolítið athyglisvert eins og Íslandsbanka og það er að Heiðar vill verða stjórnarformaður við fórum að sér síðasta þætti að það sé sem sagt Lindas Jónsdóttir sem hefur verið stjórnarformaður, hún er að fara til Alvotek-reyndar og fjármálastjóri var hjá Marilu þetta, þannig að þetta eru 2 stærstu fyrirtækin í Kauphöllinu þar sem hún hefur komið sögu bara veka athygli á því að nú er allavega áður þegar ég fór að heiman í morgun þá var gengi í Íslandsbanka 140 og tæplega 145 og er enn að hækka og þá erum við alltaf við erum að tala um það hvort að þarna sé eitthvað klíka kapall á bakvið tjöldin sem felst í því að það sé verið að sem sagt að skipti hluti þegar að menn slá þessu saman. Nú við erum að tala um sameiningu Íslandsbanka og Skaga og meðan hefur Skagi sem tók aðeins kipp svona í byrjun hann er komin aðeins niður aftur og meðan Íslandsbanki fer algjörlega upp. Ég bara tók þetta sama réttir í þáttinn að það er þannig að markarsvirði Íslandsbanka í morgun var 258 miljardar á meðan að Skagin var 38 miljardar, þannig að skipti hlutvöldin eins og þeir líta út núna eru 87 sem hlutafur Íslandsbanka myndi fá á móti 13 sem að Skagin myndi fá og ég tók líka aðeins fór yfir að hverjir væri helstu hlutafar eða fjárfestar í Skaga og þar er það Sjávarsýn sem er félag Bjarna Ármannssonar tæp 10% 10% og svo kemur lífeyrissjóður starfsmanna með 8,67 en takir menn eftir því að Skel sem aftur kemur að dröngum að þeir eiga líka í Íslandsbanka
og hérna, nei, í Skaga, já. Og þeir eru þar með rúmlega 8%. En þetta er svolítið svona spennandi. Það talaði að Andri Sveinsson sé að aðstoða Heiðar við að ná þessu stjórnarformannssæti og við nefnduðum daginn að Ársæll Valfells væri í hóp með honum í þessu, þeir hafa verið mjög nánir í fjárfestingum og það eru þarna hópar á bakvið. Heiðar auðvitað, sko, velturinn svo mikið á því hvernig lífeyrissjóðirnir akta í kringum þetta. Já. Þeir eru náttúrulega langstæðstu hluthafarnir í báðum félögum, sko. Já, og sérstaklega í Íslandsbanka. Já. En þetta voru áhugavert að... Það er nú bara það að þetta er sem sagt þessi skipti hlutvöld að þú ert að setja þetta saman að þá ert í rauninni, sko, með fyrirtæki sem er 87% versus 13%. Já, og það er balansin í þessu. Það er náttúrulega sameining eða yfirtaka, sko. Það er kannski eitt sem var þegar bara sem var verið að ræða bara heimi á mér í morgun og það er það auðvitað að það er sko allt í einhverjum frétt það og konan segir við mig hérna Frú Helga, býttu hvað í gangi eiginlega, hvað þetta með ölgerðina, hvaða nafn er þetta? Bera, og það er sem sagt nýtt nafn sem ölgerðin var að tilkynna. Bera, já. Já, og það heitir Bera og ég skilda þannig að ölgerðarnafni sé ekki farið sem stíkt, en þetta er svona yfirheiti þá á... Þetta er svona yfirheiti og við munum sjá... En það er félagið í Kaupöllinni. Akkurat. Það mun heita Bera. Það mun heita Bera. Já. Alveg eins og Skæin, það er með sko Vís og Fossa, fjárfestingar skiluru. Og það er kannski svo Hagar sem eru þá með og þá auðvitað Skel auðvitað sem er með fullt af dótturfélögum þannig að Andri hefur verið Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar hann hefur sagt sem svo að þetta sé verið að skerpa línur og búa til svona að hver rekstraeining verði skýrari og hafi skýrari markmið þannig að hann viljið nú örglega róa fólk því að ég sá að einhverju, er Ölgerðin farin? Já. Þetta hér nú einu svona Ölgerð Egil Skallagrímssonar og var nú svona í lífni. Það var svona vikt í því nafni. Mjög mikil vikt það var vikt í því nafni. Það nafn sló vel. Já. Ölgerð Egil Skallagrímsson. En við höfum nú sagt það og Andri kom nú hérna í mjög skemmtilegt viðtal við okkur hérna á árinu. Já, í vor. Og hérna við þurfum nú að fá hann fljótt aftur til þess að fara Já, bara þess að fara og þetta nafn. Já, og hann við vitum það báðir, Andri er mjög snjall markaðsmaður og hann, þetta er mjög flinkur markaðsmaður. Já, gert í ígrunduðu máli, tel ég, en það kalla samt á útskýringar og það er eitt uppáhaldsumræðum mitt, Jón, að er að kaupallafyrirtækin útskýri fyrir fjárfestum hvað þau eru að gera og þurfa að gera meira og eitt hluti af því er að mæta hér í viðtöl til okkar og þeirra, ég reyndar kannski ekki margir sem halda úti beilinnis umræðu hlutabréfamarkaðin eins og við erum að gera. En þetta er, ég hamraði þessu, ef þú ætlar að fá og koma eins og ágætlega fram í viðtalinu bæði þegar Magnús Harðarsson hefur verið hér hjá okkur og Heiðrún Jónsdóttir sem var hjá okkur, það er þessi umræðum að skapa traust hlutabréfamarkaðins við fjárfestana og ef þeir ætla að gera það, þá verða menn sem stýra hlutabréfafyrirtækjunum að vera til viðtals og halda áfram að vera duglegir að útskýra. Tala við hluthafana og þeir geta nú ekki tala við hvern og eitt, þannig að það er hluti að því að mæta hér og tala við okkur í hluthafaspjallinu. Þetta er mjög mikilvægt. Ég held að mér finnst stundum eins og menn sé ekki alveg að ná þessu að hérna trausti kemur í gegnum samtal og menn verða bara að taka því og halda áfram. Mér finnst mjög mörg af þessum fínu fyrirtækju sem eru í kaupöldunni að þau þurfi að útskýra betur hvað þau eru að gera hverju sinni og standa fyrir. Vegna þess að sko í svona, ef það er eitthvað óljóst þá verða fjárfestar varfærdir og jafnvel tortrygnir. Já, við erum að tala kannski núna ég man ekki alveg tölun augnablikinu en ég bara slæði þessu fram að ég held að við séum að tala sko að fjöldi hluthafa í Kaupöllinni eftir útboð Íslandsbanka í vor hvort það var komið upp í nálast 40.000 hluthafar sko. Það var nú eitthvað tala sem við nefndum í vor 36 var allavega eitthvað tala sem, en allavega þetta eru fækka niður í 26 en þarna erum við að tala um það eru 10.000 Íslendingar sem eiga hlutabréf og það er eins og þú segir
að það eru þetta náttúrulega því meira sem rætt fyrirtækin, viðskipta hugmyndirnar, hvað eru það að fara að gera, eru aðstæður, markaðsaðstæður, hvernig líta þær út, vegna þess að þegar þú kaupir hlutabréf, þá ertu að horfa til framtíðar með, það eru framtíðartekjurnar sem ákveða verð á hlutabréf. Svo þetta vextir, þú varst að tala líka og við varum að tala sko að vextir auðvitað ráða miklu stýrivextir. Þetta segjum við allt í 50. og öðrum þætti af hlutaspjallinu. Síðasti þáttur fyrir jól. Heyrðu, en það eru... Við ætlum að reyna að vera svo hérna milli jól nýjás, með áramóta veislu. Ekki áramóta bombu, en áramóta veislu. Fullir af fyrirheitum. En við vonum góðum gestum til okkar núna á eftir. Já, gaman að spjalla við þá. Takk fyrir. Já, takk. Komið í sæl og velkomin í hlutavarspjalli hjá okkur, Sigurði Má Jónssoni. Hingað er komin góður gestur. Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. DFF menn voru eitthvað að útnefna þess sem mann ásins, en við ætlum kannski að tala um það eitthvað eftir. Það eru veiðigjöldin. Þú hefur gagnrýnt þau og sagt það að þegar að veiðigjöld á þorski voru hækkuð 90% og svo makríll eitthvað, við veit ekki hvað, 150. Og svo kom síldin í -50. Þá segir þú, þetta er ekki hægt, það er mjög erfitt að vinna við þessar aðstæður. Já, þegar, eins og ég segi strax í vetur og vor, að þegar þetta kom fram drögin að lögunum, að breyting á lögum, að veiðigjöldin þetta er mjög flókin aðferðafræði að finna út. Til þess að finna út, ef þú vilt vita veiðigjaldi á næsta ári, eins og var verið að tala þá þarf fyrst að ákveða veiðigjald á hverja fisktegund. Og það er mjög flókin aðferðafræði. Númer 2, svo þarf ráðherra að ákveða heildarafla fyrir alla fisktegundir á næsta ári til að vita magnið og svo í lok næsta árs þá veistu endalega hvað heildargjaldi verða, þá veistu hvort við höfum veitt kvótan ekki. Þannig að þegar fólk kemur 6 mánuð, 8 mánuð fyrir almanaksári og er að segja hvað veiðgjaldi verður næsta ári, það hefur ekki hugmyndum hvert gjaldi verður per fisktegund, það hefur ekki hugmyndum hvað við veiðum mikið. Hvernig veistu þetta? Já. Þetta kemur ljós núna við 3. umræðu fjárlaga. Það var allt ræst sem ég sagði. Núna í 3. umræðu fjárlaga þá gerir ráð fyrir að gjaldi verið 13-14 milljarðar á næsta ári. Já, það var nú talað með jafnlega 20 heildargjöldin sko. Þegar veiðigjöldin myndi að hækka úr 10 í 20. Í þingjunni í sumar var það kynnt. 10 upp í 25. Já. En formúlan sem notuð til að finna gjaldið á hverja fisktegund, ég kalla hana svona svo rússneska rúllettu. Að því að þetta fundu út, þetta svo gamla, þegar maður gerir landbúnaðarskýrslautar í gamla daga, það er gert RSK, við gerum blað fyrir RSK 429. Þar er gert eyðublað fyrir hvert einasta fiskiskip á Íslandi, tegundir og ákveðin gjöld. Þessu er skilað inn til skattsins og núna samkvæmt nýju lögunum þá fiktar hann í tekjunum að því hann fær frá fiskistofu hvað veiði hvert einasta fiskiskip margar fisktegundir og svo breytir hann fiskverðinu á þorskinu og ísinu, kolmuna, makríl og síld og meðan við hvernig verðin eru í Noregi og fiskmarkaðana. Ef eitthvað fiskiskip er nýkomið til landsins og er rándýrt þá er tekið skattalegt afskriftaverð, margfaldað með 2, þá er komið fjármagnskostnaðinn á þetta fiskiskip og ef hann veiði bara eina fisktegund, þá getur gjaldið orðið gríðarlega lágt, eins og gerist með síldina. Ef engin afskriftastofn, þetta eru gömul skip, þá getur gjaldið orðið mjög hátt. Og ef það er rosalega há verð í Noregi og krónan veik eitthvað árið, svo eftir 2 ára setna er verðið bara aftur mjög lágt hérna í okkur og krónan sterk, þá getur gjaldið verið svimandi hátt á okkur. Þannig að aðferðafræðin til að reikna sér veiðigjöld er ekki skynsöm. Og við eigum að taka okkur tíma núna í vetur að fara yfir þetta. Þessi aðferð að ná í verðmiðið til útlanda, það gat aldrei farið vel. Nei. Það bara lá fyrir. Og svo líka því þið í hlutaspjallinu að það er ekki leyfilegt að leggja tekjuskatt 2 ára fyrirtæki. Veiðigjaldið er skattur og það fundi út frá afkomu og svo er aftur lagður á okkur tekjuskattur við hagnað. Þannig að við erum með 2-faldan tekjuskatt og vandamáli í þessu er það er búið að rugla þjóðinni í þessu að sé hægt að finna út umfram
hagnað á hverju einustu fisktegundu í Íslandi. Þetta ekki hægt. Hefur 90% hækkun á þorski, hvernig leggst svo hækkunin? Það náttúrulega miklar afslættir sem menn fá fyrir að veiða þorsk líka og það áttur að koma í ljós hvernig þeir koma inn í þetta. En við höfum verið heppni núna, þorskverð hefur hækkað greiðlega, en það verður verra eftir 2 ár, þá verður afkoman í ár, notu fyrir veiðigjald þetta 2 ár, og þá kannski þorskurinn búið að lækka helling. Þið eru að njóta góðs ástandas á mörkuðu núna, en ef við sko... En veiðigjaldið með við fyrir 2 ára. Ef við tökum þetta aðeins inn í kauphöllina einmitt, eins og þú varst að nefna að nú eru 3 sjávarútvegsfyrirtæki skráð í kauphöllinni, og fjárfestari hafði mikla væntinga til þessari félag. Þú reyndar með elsta félagi í kauphöllinni og hinn eru náttúrulega miklu nýri. Að sko við erum alltaf að velta fyrir fjárfestari. Hvernig að horfa á þessi félag? Við erum með elsta skráða félag af öllum félagum. Ábjörgrandi. Skiptum kennitölur og bönkunum og tryggingafélagum og öllu þessu sko. Já, þú ert öldungurinn. Já. Og hérna, en sko þegar við horfum á kauphöllina fyrir hönd hluthafana, upplifir það ekki sko að því nú eru þið að skila bara mjög ásættalegri afkomu með hérna verðið eins og það núna, en ekki fjárfestar bara frekar óöryggir, meðal annars út af þessari óvissu sem búin að skapa hvernig veiðigjöldin yrði reiknað og annað slíkt. Finnst þér ekki hafa, hvað áhrif finnst þér að hafa á afstöðu bæði greiningaraðila og fjárfesta til sjávarútvegsfyrirtækja í kauphöllinni? Já, fjárfestarnir er náttúrulega fólk sem reiknar og horfir lengra fram í tíman. Flestir. Já, flestir, ég ekki, ok. En sko, það var ástæði fyrir öll sjávarútvegsfyrirtæki fór út úr kauphöllinni fyrir 20 árum. Að því að það var alltaf verið að tala um þetta að taka kvótan af. Kvótin langstæðst eignin okkar, veiðirétturinn. Og hann var eggfærir af kröfuríkisins og ég fór yfir mig. Og núna, eins og breym núna á 3. ársfjórðungi. Nú veiðum við næri 25.000 tonna makril á þessum ársfjórðungi. Á næsta ári veiðum við sennilega 5-6.000 tonn. Já. Þannig að ef ég kem þetta til eitthvað eitt þá segja að þetta var nú lélugur ársfjórðungi hjá okkur núna. Af því að ég líka sagt að þeir sem eigi sjávarútvegsfyrirtæki og ætla að horfa okkur eftir ársfjórðungum, þeir eru að selja strax. Já, að því er ekki hægt að mæla okkur eftir ársfjórðungum. Það verður að taka svona 1, 2, 3, 4 ár og við verðum að hafa fyrirsjáanleika og það er það sem við erum búin að tala um stjórnvöld. Og ég er búin að segja skýrt með þjóðarskútuna núna. Þær konur er að stýra núna þjóðarskútuna og Kristrún er þar í forsvari. Atvinnulífið, við erum sko aflið í vélarúminu. Þú ferð ekkert á fiskiskipi ef þú ekki með aflmikla vél. Við verðum var við hann núna, aflið er að minnka í þjóðarskútunni en kallin upp í brú, eða kallan upp í brú, hún fær kannski ekki alveg við þetta 1, 2 og 3. Ef hún hlustar ekki á okkur vélstjórana og þeir sem eru að reka niðri, að þá náttúrulega taka 8 þessu á hlutunum og sent. Já. Vélar vana jafnvel þegar upp í staðið. Og ég sagði að vélinn í hagkerfinu, við erum að tala um vélinn í hagkerfinu. Hún er að hægja á sér. Þetta er vel orðað Guðmundur. Hún er að minnka aflið. Já, og þú finnur þetta ekki bara í eigin rekstri. Allt í kring. Allt í kring. Og þó ertu nú með umsjöða mikinn rekstur. Já, og ef við förum yfir þessi veiðigjöld, fyrstu spurninguna, það var algjör óþarfi að koma með þetta svona að miklu offorsi inn í þjóðfélagið á þess að við erum búin að ræða við atvinnulífið, ræða við okkur og fara yfir þetta, hvernig á að gera þetta. Hætt allir að fjárfesta í sjávarútvegi, það voru allir hræddir og hvað gerist? Veiðigjald á næsta ári verður kannski sama og núna í ár. Já. Þetta er allt þetta fjaður og það sem ég læra þessu er að stjórnvöld á hverjum tíma verða að vinna með atvinnulífinu. Það er svo við útgerðarmaður og skipstjórinn, vélstjórinn kemur til okkar og segir það þarf að fara skipta legur, gert ráð fyrir 20.000 tíma á þessu legu, við erum konum við 19.000 og þá segir við, er hún ekki í lagi? Jú, hún er í lagi núna, þá bara keyrum við áfram. Svo erum við á loðnuvertíð, þá hrynur legan og skipið stoppar á loðnuvertíðinni. Að það var ekki hlustað á okkur sem voru niðri. Og stjórnmálamenn á Íslandi og æðstu embættismenn, þeir eiga að vinna betur með íslensku atvinnulífi.
Eigum við aðeins að fara þá yfir í makrílinn, Sigurður, það ekki? Það hérna... Jú, hann eins og Guðmundur var að benda á, hann var að klára þokkalega vertíð, en svo eru bara, þetta er stórt mál fyrir okkur nefnilega, það er búið að klára samninga og kannski gaman að spyrja þið fyrst, íslenska samningarnefndin, voru útvegsmenn með í ráðum? Er þetta viðkvæm spurning? Nei. Já, Heiður og Lind hefur haldið ég fram að því að hefur ekki atvinnugreinar ekki verið hafði með í ráðum. Akkur er ekki fulltrúa sjávarútvegsins með við borðið þegar verið að semja þetta? Jú, stjórnvöld bera ábyrgð á milliríkjasamninga og þau hafa bæði gert góða og svona kannski lélega samninga. Við vorum búin að setja okkur svona markmið að ef við fengjum milli 12 og 13% hlutdeild með öll, og þá værum við að tala 100% af 100%, ekki 120%, að það væri ásættanlegt. Við fáum 12,5% samkvæmt utanríkisráðherra. Hluta á okkur vildum fá að veiða inn í lögsögu annarra ríkja, að því makrillinn er oft þar í betra holdafæri, hann er verð meiri. Og þá sagði hinríkin, þá er þið að borga fyrir það. Stjórnvöld tóku ákvörðun að borga 2% fyrir þetta. Þess vegna hefur þetta komið niður í 10,5 úr 16,5. Já, það er 10,5 sem við megum veiða á næsta ári. Já. Fyrir það að veiða inn í landhelgi Noregs og Færeyja. Já. Og þetta skona kannski sett okkur allan að mig því ég las þetta fyrst aðeins út af læginu að ég þyrfti að ef ég veiðin í norskri lögsögu þá þarf ég að selja normönnum aflann. Hvernig kom það inn? Já, það verður að spyrja. Ég meina, varstu hissa þegar þú sást þetta ákvæði? Já, ég hafði ekki gert mig grein fyrir svo þriðjuhluta. Já, ég meina þetta skiptir verulegu máli fyrir þig og þinn rekstur. Nei, ekki alveg. Sko, eða verður mikill makrill á næsta ári þá veiðum við þetta allt ódýrt inn í íslensku lögsögunni og þá segum við, þetta er mjög lélegur samningur. Ef makrillin ef fiskifræðingarnir að segja okkur satt og rétt frá og makrillin kemur eiginlega ekkert inn í íslensku lögsögu eða ekkert á alþjóðahafsvæði og verður bara inn í Noregi og Breitlandi og þar og Færeyjum. Já, Færeyingar þeir eru svona við þurfum átt að, ég segi alltaf þeir eru sem bröðóttir í samningum, sko. Okay. en við höfum ekki mikið veitt inn í Færeyjum með makrill, sko. Að þá segir menn, já þetta var nú góðu samningur. Að því við fórum aðeins að veiða. En sem betur fer, þetta, við mögum endur skoða þetta í 3 ár. Þetta er 3 ára samningur. En ef stjórnvöld standa fast á sem 12,5, gefum okkur það, þetta er bara svona 7 ár, þá kannski eru hérna að veiða 6-8-900 tonna makríl hildin og við erum þá með 12,5 og tökum bara inn okkar lögsögu og þá segja menn, já þetta var alveg ásættanlegt. En það kannski að sem gerðist er það að stjórnvöld stundum metaðu það að þessi vont hafa greinaði með sér á loka metrónun, stundum hafa við vorum til mjög óánægð með smugursamningin. Við vorum ekki ánægð með smugursamningin að við látum 30.000 tonna á loðnu og það var ekkert golf, þannig ef loðnukvótinn fyrir undir 500.000 tonna, Íslandi er 400.000 tonna, þá var bara 0. Normenn voru klokkari, þeir gáðu okkur þorskvóta, sögðu að við yrðum að veiða hann í rússneskri og norskri lögsögu og ef kvóti fyrir undir 350.000 tonna, þá fáum við ekki neitt. En við áttum veiðiréttin á alþjóðahafsvæðinu, Smugunni og Svalbarða. Fyrir. Já, þannig að sem að hverfur þá við þegar að því að nú er veiðimagnin farið undir þessi 350.000 tonn. Þannig að þar vorum við plattaðir og við hefum viljað endurskoða smugursamning. Voru við plattaðir þar? Já, engin spurning. Og þau getur lesið bókina, bók, okkar samningar var sendur til Sankt Pétursborgar og átti að hitta bara ykkur 2 menn þar. Þá voru þeir bara báðið með samningarnefndir þar og hann var bara einn og þurfti að ringi í sendera, hann þurfti að keyra ofsa hraða frá Moskvu og það semjaðir og stað fyrir við þurfum að vera af yfirvögu samningum þetta er klára makríl samningin að við fyrstu sín kannski gátu við fara að æsa okkur en kannski þarf maður að skoða betur smáatriðin og samningamæðurinn kannski þarf bara að koma til ykkar og segja nákvæmlega því ég var ekki að nynni en ég og kannski er þetta góð lærdómur fyrir okkur Íslendingana að því normenninni þeir geta hagsmuna norsks atvinnulífs
eigum við kannski núna að fara að gæta hagsmuna íslensks atvinnulífs með stjórnvöldum. Þarna voru þið að passa norska aðila, því normenn hindu. Nú er þið að passa íslenska hagsmuni í næstu samningum. Þetta bara maður skilja halda það er ágætt lýsing hjá þér á þessu hvernig samningarnir eru og hver viðkvæminni. Nú er kannski stjórnvöld ber ábyrgð á þessu, mér finnst nú eðlilegt að ráðgjafar frá sjávarútveginum þó sé ekki inn í herbygginu það sem er undirritað, þessi allavega í herbygginu við hliðina. Við vissum að það færi engar sömdi fyrra og þeir gáðu eftir 2% til að veiða reyndar í norsku og bresku lögsögunni. En það er alls ekki svona trikk í þessu sko, ef við förum inn í norsku lögsögunni, ég held að þannig að þá megum við ekki vera með neitt í tönkunum. Þannig að ef við veiðum í norsku lögsögu sko, og svo komum við á leiðinu heim til Íslands og þá kannski mókveið Íslandi. Hver setur þessi skilyrði? Ja, þetta eru normenn, þetta er trikkið alþjóðasamningur. Þetta eru normenn, þeir eru með... Þeir eru alltaf að reyna að plata okkur. Svo fá þeir náttúrulega líka þjónustugjöld sko vegna þess að þið færið í kannski land þar og náið ykkur í olíu og vistir og kost og fleira. Heyrðu aðeins það að þú hefur auglýst í hérna Morgunblaðinu og auglýstur með birtar heilsíðu auglýsingar sem að hafa vakið mikla athygli. Við skulum bregða þeim hérna á og þú segir þar meðal annars, ég tók þennan texta út svona, hann er sýndur hérna á skjánum og þar segir þú meðal annars að þú tellir að fæstir þeirra alþingismanna sem samþykktu breytingar og lögum veiðigjald í sumar geti útskýrt hvernig þessi gjöld eru fundin. Þú voru að lesa alla setninguna. Hvað segir fundin? Út hverja fiskitegund. Nákvæmlega. Það er líkilega. Það er eins og þú varst að segja hérna í upphæfi þáttarins. En hvað er þetta ekki svolítið mikið sagt að þarna séu þingmenn að fjallum mál sem þið raunin hafi ekki vita á? Nei, er ekki alltaf að segja sannleika? Jú. Báðu þingmenn hérna og byrju á að segja nákvæmlega hvernig þetta er reiknað. Við erum nú að reyna að standa fyrir upplýstir umræðu, þannig að við kannski takmörkuð það svolítið þar. Þetta er bara að segja landbúnaðanum. Nú ætlum við að setja auðlendagjöld á landbúnaðin, þá setjum við gjald á dauðan kjúkling, dautt svín og dauðan nautgrip og ef svínabændur fjárfesta rosa mikið, þá er ekkert gjald á þá. Svo fá bara saukindin, hún fær allt gjaldið. Heyrðu, kannski aðeins makrílinn aftur, það er það að þetta mun náttúrulega núna ef að dregur úr heildarafla á næsta ári, í 2026, að þá erum við með verksmiðjur á Austurlandi sem að hugsanlega missa vinnu. Það er ekki alveg á hreinu. Þú er nú með mikla, þú er með verksmiðju á Eskifirði. Nei, við erum á Vopnafirði. Jú, það verður miklu minna... Fjárfesting sem mun ekki skila arði. Já, en við erum líka að vinna síld og við erum búin að vera á mörg loðnulaus ár. Þannig að þetta er ekkert fyrsta svona guðsan sem ekki... Já, þetta er svona, við erum vön þessu. Og fiskifræðingarnir segir við sem ofveiða makrílinn og ef hann hrygnir ekki í íslensku sjó en hann vil borða íslensku sjó þá ber okkur skylda til að semja við önnur ríki hvernig við nýtum þetta. Ef við fæðum hann þá er náttúrulega eigum við réttinn. Eigum við réttur og sérstaklega hann er áhrif bara á íslenska kerfið hér, lífríkið. En þess vegna er ég líka alltaf að segja að fiskurinn eigi sér sjálfur. Þegar makrílinn kom syndandi hérna 2006, 2008, 2009, það var svangur. Þá kom Evrópusambandið og Bretar, Normenn og Færeyingar sögðu, við eigum þennan makríl ekki þið. En sem betur fyrir alþjóða hafréttarsáttmálinn sem segir alveg skýrt, eða kemur fyrst stofn inn í okkar lögsögu, þá megum við veiðana en við mögum ekki óveiða og við mögum vinna með öðrum þjóðum. Og það tók mörg ár að fá til að samþykkja það að makrílinn væri inn í íslensku lögsögu. Eru ekki aðeins að fara, við höfum tekið lýsi, vorum að ræða það hérna rétt áður. Í þessum hópi er lýsi tekið, þess vegna erum við svona unglegir og brattir andlega. Hvað kom til því, okkur keyptir lýsi? Ég ætla búin að taka lýsi sjálfur af alla ævi. Þannig að þú þekkir vöruna alltaf. Já, þekki allir þessa vör. Þú þekkir vöruna. Og svo náttúrulega lýsi náttúrulega frábært fyrirtæki. Vel reikið og Katrín reikið þetta vel. Er ekki 1 milljarður að cirka í hagnaða ári sem hefur verið undanfarin ár? Jó, stundum minna. Já. Og hérna, hún er alltaf eitt miklu uppbyggingu. Þetta er tæknivegt fyrirtæki. Já, þetta er, ég segi stundum, þetta er bara eins og olíuhreinsunarstöð. Já. Og hún sagði mig að það var 400 kílómetrar af rústfríum lognum í Vestmenni hérna nýra á Fiskislóð. Já. Og þetta er tæknifyrirtæki og líka það að þau eru búin að vera neytendamarkaðan lengi og svo kallar Omega það
eins og menna ykkar aldrei því passið að vera með nóg D-vitamin. Já, við passum upp á það. Ég segi það sko. Og þannig að fyrir brim, við erum með 150-200 tonna fisk á ári og við viljum alltaf fara lengur inn í virðiskeðina því að ekki megu stækka okkur í veiðum. Það er búið að setja lög í Íslandi, bara 12%. Og það var eitt annað með þorskígildistöðlana, það var einn auglýsingin, að því að það er aldrei ekki, menn skilja það ekki heldur bara til þetta, en með lýsi, þá sé ég bara fullt af tækifæri fyrir brim að fara lengra í virðiskeðina. Vörumerki og þessi vinnsla sem þarna að þetta á svona hollustu og náttúru vörusviði, það sé að taka, stækka og auka þetta. Við erum með fiskinn, en þau eru með þekkinguna. Það er mikið og markaðskerfi, lýsi er selt í hvað 50-60 löndum eða ekki meira. Nákvæmlega, og það er fullt af fólki sem er mikla þekkingu. Já, getur ekki samnýttið eitthvað? Það erum við að vonast til. Og þá kannski þá er líka kannski vera fjárfestarnir rólegri. En þú ert að horfa á svona hluti, Guðmundur. Ég veit að þú í gegnum útgerðarfélag Reykjavíkur, þið hafi fjárfest í mörgum athyglisverðu projektum þar, Unbroken er af því tagi. Þannig að þú ert að horfa á að stækka virðiskeðjuna og þróa með þetta hráefni, vinna hráefni betur og lengra. Já, ég held að sé farsatlega fyrir okkur í sjávarútveginum að vinna auka eða sem stækka kökuna með að nýta hráefni og sjónum betur og betur frekar en við förum að kaupa ykkur að heildsölur eða innflutningsfyrirtæki eða selja ykkur mjólk. Þú telur að séu fjárfestingatækifæri í sjávarútveginum og hráefninu þar sem að menna geta nýtt áfram. Já, ef við veiðum 1.000.000 tonn eins og við fyrra, meðalverð út á landinu er ekki með 2 evrur per kíló. Það er 300 kall og það er ekkert hátt. Þannig að það eru endalaust tækifæri en þá kemur inn á það. Það er ekki hægt að vera að rífast endalaust hver á veiðiréttin. Þetta var ákveðið fyrir 42 árum. Ákvað Alþingi í desember 83 að setja veiðiréttin hérna á fiskiskipi, ekki til okkar. Og enn eru menn að rífast þetta. Ríkið á ekki veiðiréttin. Við fórum í gegnum það hersilega síðast. Ég er bara ítreka. En segðu mér annað að við lýsi, keiftur þetta svolítið hátt sko. Ég var eitthvað að skoða þetta 30. Þú varst það var eftirsókn eftir fyrirtækinu. Þú varst ekki einnum, það voru fleiri, var ekki samkeppni bara hreinlega þar? Jú, Katrín veit náttúrulega betur en það. En það erlendir aðalega hafa mikinn áhuga á þessu fyrirtæki og okkur og þeir eru náttúrulega miklu sterkari og meiri sko. Og það eru fullt af svona lýsisfyrirtækjum allan heim. Að því að eins og þorskalýsið við önnum enga veginn eftirspurn að það vantar svo mikið og sko verðið er hátt sem þú keiftir á núna fyrst þér eða ertu að tala afurðina sjálfa? Nei, félagið er hátt en það er undir okkur komið hvernig við rekum þá næstu 5-10 árin. Það er eins og sagt það er betra að kaupa gott fyrirtæki og borga þess meira fyrir þetta en að kaupa lélegt fyrirtæki. Nákvæmlega. Það er hluti af fjárfestingarstefnu. Heyrðu, hvað með, þegar þú komst til okkar síðast, þá varstu formaður, nýkjörum formaður og þú hættir þarna eða sagðir hættir, vildir ekki vera þannig lengur. Já. Rekst, sko, ertu með ykkur aðra stefnu þetta samtökum? Allar að spyrja, rekstu illa í samtökum? Ertu með aðra þú segir af þér ertu með aðra stefnu einhvern veginn og í þessum málum heldur en samtök fyrirtækja í sjávarúti? Já, ég lenti upp á kant þegar framsali var samþykkt í maí 1990 þegar var sett inn í lögin stjórn fiskveiða að fiskimiðin væri sameign íslensku þjóðarinnar. Að því að ég aldrei trúa því að þetta plata endalaust að því að það getur enginn átt fiskimiðin. Þetta var pólitísk setning sem við búið að rífast í yfir 30 ár. Að selja. Og ég var ekki sammála því þegar menn þorðu ekki segja hérna almenning og alla að veiðirétturinn er eign fiskiskipsins. Það er ekki fiskurinn sjónum og ekki auðlindin.
það er búið að vera að nota núna í 30 á svona lýðskrum og orðskrýpi okkur í sjávarútvegi. Og þar var mín mesta ástætningu við mína menn. Já. Og svo eru við að selja kvóta, það kemur hérna kvótagreifar, menn selja sig út á fullu þegar vilja ekki, börnin eða næsta kynslóð vill ekki koma nálagt þessu. Og við erum útrópaðir hérna á öllum hotnum ef maður kom til Reykjavíkur, þá var, ég man eftir ég kom einhvern eitt stað sko, þá frétti fólk að ég væri svona kvótagreifi, þá bara fór allir frá mér sko. Og ég kaus ekki þetta kerfi, þetta var sett á. Og það er búið að spila eftir kerfinu í 40 ár. Já, þarna ég vildi fara og þess vegna vildi ég að SFS væri ekki sem orðskrýpi og einhvern rifrildi, alveg eins og sem er veiðigjöldin, að þess vegna ákveði svo bara að fara sjálfur og segja ykkur hvað er þorskigildi. Veiðigjald er ekki beint skattur á sjávarútveg, þetta er skattur á hverju einustu fisktegund, sá sem veiðir fisktegundina. Og sjómenn koma hér að segja við séum að stela þeim. Sjómenn sömdu upp úr 1990, ef við setjum fiskin í bræðslu, þá fá þeir cirka 55% útflutningsverðmætinu til skips. Ef við setjum það í manneldi, þá fær skipið 33% af verðmætinu og við skiptum með því. Þetta erum við búin að semja endalaust. Svo koma þeir alltaf að segja annað, þarna rakst ég ekki á. Svo ég var formaður núna til að klára að þá vildi ég keyra þetta og mínir menn vildu ekki fara þessa aðferðarfræði. Og ég sagði, strákað, ég er orðinn skipstjórinn, ég fara nú út á sjó, ef ég hef ekki bakland og ég má ekki stýra hvort ég fer á hægri eða fer hérna á Reykjanesi eða á Halan eða á 200-400 faðma, þá hafið ekkert að gera með mig hérna í pontu sko, í brú. Og þá er miklu betur að segja, ég fari og þið takið þetta bara. En það var allt reynst rétt sem ég sagði. Herru, þriði ársfjórðungur hjá Brim bara, það er nánast tvöföldun á hagnaði, það er 1,7 frá því fyrra. Hvað veldur þessu? Þetta er makrílinn. Er það bara makrílinn? Já. Þá sýnir það okkur hvernig verðmætur. Já, en í fyrra gekk illa veiða makríl og við geymdum mikið á milli ára. Já. Og við veitum allt núna og aðeins inn á næsta ár. Það gekk svo vel að veiða og makríl var hækki verði. Já. Svo er líka mjög hátt verð á þorski og ýsu. Og það hefur gengið þokkalega veið það. Þannig við bara keyrðum vélina á svona aðeins yfirsnúning á þessum. Talandi vélina og vélstjórana. Já. Við gáum bara í. En hvernig er næsta ár? 2026? Það verður ekki eins og þetta ár. Nei, það verður ekki af gott. Það vitum við ekki. Það er ekki að vísa hann að róa. Já. Það er aftur á því. Ef við fáum lónu, það er fullt af lónu. Og ef við fáum að veiða lónu og náum að vinna hana í manneldi, þá ertu náttúrulega. Þá fáum við góða lónuverti. Frysting. Og þá getur afkoma verið góð á næsta ári. Já. Þetta þekkjum við. Já. Þú ert að glíma með náttúruöflingum í rekstrinu og líka stjórnvöldin. Já. Og líka stjórnvöldin. Já. Það er sterkar tauga í þennan rekstur. Já, enda líka, enda eru við fáir eftir. Já. Það er eins og Sigurður var að tala um áðan, það er svona ákveðin ímynd yfir sjávarútveginum og fjárfestar eru svolítið hræddir við að fjárfesta þarna. Er það ekki rétt? Sem er mikil synd vegna þess að við Íslendingar tel ég og hefur gríðarlega þekkingu inn í okkar sjávarútvegsfyrirtækjum, gjörþekkjum og við höfum alltaf verið tilbúin að fjárfesta í nýjustu tækni, þekkjum markaðina vel, þekkjum miðin vel og þetta það bara þessi spurning sko að útskýra fyrir fólki eins og varst að segja á einhverju tímapunkti hefur þessi umræða tapast. Já. Og það er kannski hægt að reka fyrirtæki þó að sko almenningur í landinu hafi einhverja aðra afstöðu til grunnþátta í rekstrinum. En það er samt þessi áskorun, eiginlega áskorun fyrir ykkar ef við kannski ljúkuði að því bara sko það er þessi rekstrarlega áskorun og svo er þessi áskorun að bara að halda sjó í umhverfi stjórnmála og ég ætla ekki að tala um lífríki sko endilega en allavega í þessu reglugerðaveldi. Já, ef ég fæ enda þetta sko, þið sjáu það að ríkissjóður hann þarf hvað 630 milljarðar næsta ári
og allt fárið í kringu veiðigjaldi á þessa ári og veiðigjaldið verður bara sama 14 milljardar næsta ári sem við erum að borga núna en þetta þýddi það að við stoppuðum alla fjárfestingar, tækni fyrirtækin urðu að segja upp fólki og skera niður, þá kom óvissa, fjárfestar urðu óöryggir og þetta var algjör óþarfi bæði hjá ríkisstjórn og okkur að blása þetta svona allt upp og það kannski þar það sem ég hef ekki rekist á í mínum hópi en ekki öllum, það eru margir í mínum hópi sem sammála mér í þessu og vonandi koma fleiri með mér núna að því oft ekki oft sagt að maður svona sáttu við kallið þenni dauður Já, í minningagreinunum að við getum ekki platað almenning stjórnmálamenn hafa komist upp með það núna síðustu áratugina að segja eitt fyrir kosningar svo eru konir í stólana hvað var sagt núna? Ekki hækka skatta ná tök á ríkisfjármálunum það ekki hægt ef þú hækka skatta á atvinnulífið veikir vélina og alltaf samt að ná árangri það ekki hægt Erum ekki að fara að hleypa orðum inn í jólin með þessi gaman að fá þau að venju þú talar hispurslaust og skýrt Takk fyrir sem við það ekki verið komuna Takk fyrir Já, komið sæl aftur, við sittum hérna ennþá og erum búin að fá til okkar greinanda Helgi Vífill Júlíusson hjá EFS Reitun hann nú komið ofta áður til okkar vertu velkomin Helgi velkomin í þáttinn og hérna við ætlum svona kannski bara aðalega fá þau til þess að það ekki langt sér að þið voru með þið náttúrulega stöðut með greiningar en á JBT Marel þið voru með ágæta greiningu á því félagi og það hefur verið svona sína styrk sinn svolítið í kaupullinni áður stæðsta félagið en hvað næst stæðst í kaupullinni í dag hvað svona maður sýnist þessu félagi sem við höfum nú rætt það hér að félagi hafi stabiliserað sig eftir þennan tíma og sé kannski að ná árangri fyrr eftir sameininguna heldur en kannski var séð fyrir hvernig horfið þið á þetta félagi þetta álitlega fjárfesting í dag? Já, þessi samruni hann hefur í raun og veru gengið betur en margir töldu svona til þess að byrja með til dæmis hefur samlegðaráhriðin á fyrstu 9 mánuðum verið meiri en stjórnendur áttu von á þess að byrja með sem er mjög áhugavert í ljósi þess að það eru það gerir tollastíð í heiminum og þá svona stígum bara hans tilbaka og hefur áhyggjur getur við sagt sko. Þeir verðast hafa núla sér svolítið fyrir þessum tollaáhrifum Þeir eru að njóta góðs af því að þetta er víðfeðmasta félagi á sínu markaði þannig að þeir starfa á svo mörgum stöðum í heiminum þannig að eitt af sóknarfærunum sem þeir hafa í þessum aðstæðum er að geta framleitt vörurnar mjög nálægt markaðum og þannig svona komist að sjá vestu tollaáhrifunum þannig að þeir eru í betri stöðu en keppinautarnir af því leyti sem er, já. En náttúrulega gengið yfir að hækka undanfarnar vikur og það fyrir megin ástæðan, það bara betri kraftur í fyrir og góða greiningar bæði frá þeim og ellendum pöntunarstaðan hjá þeim, hefur eitthvað rannsakað það eða sko? Já, hún allavega pantanir jukust hvað var það, 7% á síðasta fjórðungi þannig að þetta allavega það er mjög góðu kraft, svona taktur í þeim ég veit þó að þetta tollast geysi því að maður svona ímynda sig að þá myndum atvælaframleiðendur svona aðeins svona Hvað eiga heldur Íslendinga mikið ákvarðat núna í þessu fína fyrirtæki? Það var náttúrulega flagskip Íslands í iðnaðarins til margar ára ásamt Össuri. Hvað þetta heldur? Eigum við svona cirka 30-40 heldur í þessu fyrirtæki? Ég man ekki lengur töluna. Nei, því miður. Ég þori ekki að slengja henni fram. En í grunninn mitt heldum að þeir koma þarna að félaginu þegar það er búið að vera í smá vandræðum, þannig að maður ímynda sér að JBT hafi nú kannski náðum á svolítið heppilegum stund svona upp á gengið að gera. Þeir voru náttúrulega dregnir að borðinu þegar voru búið að vera vandræði í Marel og það var farið að hafa komið inn í stjórnenda og hluthafa hópinn þessi vandræði þannig að líklega Marel JBT náði að sleppa inn á ég held að það sé sérstaklega góð kaup hjá þeim. En gegnusneitt virðast hluthafar eins og við nú ég hef verið ánæður og hérna maður hort á það að þessi bandarísku tengsl hafa elt félagið gríðarlega og fært í það bara nýjan stjórnendakúltúr á einhverju leyti. Þó að séu nú íslenski stjórnendur að það ennþá.
Já, Jón, hann já. Já, Árni Sigurðsson. Árni Sigurðsson, ég nefndi á bróður hans. Já, bróður Jóns. Hann hjá Stóðum, en hann auðvitað, já, eins og við erum að tala að hann þarna, og hann að flytja til Bandaríkjanna. Já, til Chicago, þar sem hann svona verður þá ennþá nánara svona inn í þetta aðalstjórnarteymi myndi maður halda. En hann virðist vera ákveðið lykilmaður í þessu félagi og þessar uppbyggingu sem... Ég hugsa hann hafi bara, við erum að spjalla það, ég hugsa hann hafi bara verið maðurinn sem að leiddi svona í rauninni þennan samruna, vissan hann. Já, fyrir Íslands hönd og þá hann svona... góða bónus fyrir það þetta á sínum tíma. 300 milljónir var það ekki. Hvað það var. En þetta náttúrulega, þetta fyrirtæki það byrjaði í ársbyrjun, það var búið að samina það. Þetta er skemmtilegt. Já, algjörlega, sko. Svo að innkaupahliðin hefur grunnur gengið betur en áttu von á, þannig að það að fá mun hagkvæmari innkaup heldur en... Já, ok. Já. Það lítur vel út með þetta félag. Við ætlum ekki að tefja þig lengi, Helgi, en við langaðum aðeins að spyrja þig hitt stóra félagi. Alvotech í Kaupvellinni, því að þar hafa tölunum, maður upplýða svona ríki svona pílitið óvissa og fjárfesta nálgi svolítið félagi svona með, óvissum hætti, þó það er þetta margt í gangi þar. Hvað augum lítur þú stöðu félagsins núna? Í grunninn að þá mitt, það sýnir kannski hvað getur verið erfitt að vera með félag sem svona slíta baskonum á hlutabréfamarkaði, sérstaklega þegar svona stórt í hlutfalli fyrir önnur félag á markaðunum, það að segja íslenska markaðunum. Þannig að hann smita svo svakalega þegar eitthvað hryttir í stóðanum. En þetta er samt sem aður félag sem kannski fara að velta 75 milljörðum í ár. Þannig að þetta er komið töluvert áleiðis. Það er bara býsna gott, sjáðu, maður lítur alltaf svolítið á þessum félag í þróun. Akkurat, en það er svona teknar eru farnar að eitthvað streymin, en þetta er líka verulega dýr framleiðsla. En við svona horfum til þess alltaf að séu komnir þá í bókastlan hagnað svona í ára og næsta ári. En þessi mótvindur sem er átt við, þeir eru náttúrulega mjög áhugaverðri vegferð, en hafa lent í ýmsum mótvind, varandi framleiðsluleyfi, varandi Bandaríkin. Þannig að við og fleiri greinendur svona reiknum við bara svona aðeins hægt á ferðinni, sko. Þetta er í mótvind og við bara svona aðeins slíðrast til. Þannig að þeir hafa verið að sækja sér gríðarlegt fjármagn að undanferðinu út af þessu. Í raun og veru $100 milljónir í tvígang. Sem svona ætti allavega svona að fleita, af því að fjárfestar hafa kannski haft, maður sér það á genginu, haft miklu ágjör á því að það myndi þurfa sækja sér ekki hlutafé og það með svona þinna út núverandi. Það er aðalágjörni. En þetta er... Svona þeir eru búin að sækja þessa 200 milljónir. Fyrst töluður svona þessar 100 milljónir fyrir bara reksturinn, áframhaldandi rekstur, og svo allavega talaður að þetta sé þá fyrir áframhaldandi þróun og fjárfestingar fyrir næsta skamt, sko. Þannig að þá væntanlega vonast maður til að það sé fyrir vind hvað það var þar. Og svo þannig að líka bara maður horfir ekki bara okkar greiningar heldur annar að þá eru flesti allavega svona sæmilega brattir á að þetta sé svona allavega eitthvað að fara að ganga, sko. En eins og þú lýsir í þá kannski tilhliðrun aðeins í tíma, fjárfestir eru náttúrulega alltaf viðkvæmi fyrir tímanum, en það er kannski... Það var einmitt svona vanguveldi með þú veist með svona skráð félag sem með svona þú ert bara með svona hefðbundir rekstrafélag eins og Haga eða Símana, hvað þetta er svona, þú veist, það er ekki svona miklu óvænti skellir, en þarna er þetta svona stóri skellir, sko, þannig að... Skellirnir eru þeir að fá ekki skráningu hjá lífi eftirlitun í Bandaríkjunum. Það var... Þeir eru alltaf svolítið undirsettir. Þeir eru með eitt lif inni náttúrulega, en við erum að tala um lifið þetta nummið 2 sem að þeir eru... Þá segjur að það hægist á, Já, bara svona sagan, hún svona tefst, getur við sagt, sko. En kemur óvart í rauninni, ég var ekki búin átt að með að þeir eru komnir þá með þessar tekjur, sko. Það er bara að vera mjög athyglisvert. Þeir fá líka tekjur, þá fá livsölum svona fyrir þróun og fleira, sko, þannig að þetta er ekki bara... Robert Westman, hann hefur reyndar verið á þeirri skoðun að þetta sé, sko, það getur verið 4. stoðin, sko, í útflutningi. Við erum alveg samfærið það. Átti þetta ekki að vera 5. stoðin? Ég held að 4. stoðin var það ekki undir hugbúnaðina. Ég er nú svo rugglaður í þessu stoðum, Jón. Alveg þá gæti stóðir komin í Kaupmannina. Það var þá sem þú átt að... Já, þá er ég öruggur á þessu. Þetta er alltaf að byggja bæða hugviti. Ég held að það er rætt fyrir ekki að félagi eitt og sér yrði ein útflutningsstóð Íslands sem að
auðvitað mjög athyglisverð yfirlýsing. og líftæknin auðvitað, það er það sem hann þetta eru líftæknilið. Já, en svona félag getur svo sprottið af sér fleiri sprota sem aftur vaksa, sko, þannig að þetta gæti verið svona... Sér það fyrir að Alvotech verið farið að skila hagnaði eftir... Við erum að horfa til þess að alltaf verið bókhaldslegur hagnaður, já. Á næsta ári eða það næsta ári? Já, bara næsta ári, þannig... Já, það er svona, það er myndin, stóra myndin, að þeir séu komnið það langt. Já. Heyrðu, glæsilegt. Helgi, við fenguðu hérna aðeins inn til þess að taka góðan sprett á þessu stóru félögum því að þau vikta stórt hjá fjárfestum Íslandi. Bæði þessi félög eru náttúrulega verðmætustu fyrirtækin í Kauphöllinni og ef að þau sveiflast mikið þá sveiflast úrvalsvísitalan. Hjörtu Kauphallarinnar. Já, sláið þetta. Helgi mér, takk kærlega fyrir komuna og hérna við höldum aðeins áfram, við vonum fleiri gestum. Já, takk mikið vel. Takk. Komið sæl aftur, hingaði komið góður gestur, forstjóri Nóa, Silvía Kristín Ólafsdóttir. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það, gaman að fá að vera. Þú tókst við núna, 1. október? Já, passar. Og kemur úr fluginu? Það varst rekstrarstjóri hjá Icelandair. Akkurat. Aðeins kannski eitt fyrst og það, hvernig að hoppa svona úr flugi yfir í tæknina svona? Í tæknina? Já, sko, í síman skulum við segja. Í síman, í fjarskiptin. Já, fjarskiptin. Já, það er bara ótrúlega gaman. Það er gaman að vera á báðum stöðum. Já. Og náttúrulega allstaðar er fólk og stjórnur stýst mikið. Og stjórnir um fólk. Þannig að, og margt að læra inn á í fjarskiptunum og mikið af sterkum og öflugu fólkin í Nóa sem ég er að kynnast og kúltúrin það er náttúrulega hann er alveg mjög spes. Þetta var byggt upp sko einhvern veginn sem stærsti skemmtistæður í heimi. Svona með diskókúlu. Já. Og þú tókst við af henni Margréti Tryggvadóttir sem var búin að vera þarna, Líf Bergþórs var auðvitað áður. Það er ekki... Og þarna eru þið á myndi að við ætlum að sína þetta svona og þetta er sem sagt, þarna eru þið með diskókúluna. Já, þarna er hún að afhenda diskókúluna áfram og það er eins gott að standa undir þessu. Þetta er enga smá konur, Líf og Magga. Já, þær byggðu þetta upp og alltaf. Segðu mér annað þá, sko, þegar þú ert að, ef við horfum bara á, sko, gengið hefur nú verið, fóru upp svona megnið árinu aðeins lagast farið niður á undanförnu en það breytir því ekki þetta hefur verið ágætt ár hjá Nóa. Já. Og virkilega sterk EBITDA og gott cashflow hjá Nóa þannig að Nóa er komin á ótrúlega spennandi stað bæði sko kultúrlega, verkefnalega og fjárhagslega til þess að taka næstu skref og vaksa. Já. Þannig að ég held að Nóa eigi eftir að vera í svolítið annari mynd eftir erum við að sjá það? 24 mánuði. Þá munum við alveg sjá vöxt hjá Nóa. Já, hjá vöxt, já. Það er nú eitthvað þar sem að þá er í gangi sem ákvarðanir í dag eru búið til hennar vöxt síðar. Já. Styrkleiki Nóa. Hver er það vinni? Það er gaman. Viðskiptavinirnir? Já, það er náttúrulega alltaf þeir sem að það snýst leikurinn er að hafa viðskiptavinina fjölga þeim og halda þeim og búa til virði þannig að þeir vilji vera en styrkliki Nóa er og tvö helstu svona asset Nóa eru innviðnir Nóa býr að innviðum sem að eru búa til fjarskiptin og undirstöðunar og er svona þessi svona, slettir á svona enabler að því sem að Nóa síðan gerir í hinu assetinu sem að er brandið og þetta tvennt saman býr til ánægða viðskiptavinni hjálpar okkur að ná miklum hraða út á markaðinn og búa til vörur sem að gera viðskiptavinnin sterkan og gera viðskiptavinnin glaðan og vilja nota okkar þjónustu þannig að þetta er svona held ég galdurinn á bakun Nóa eins og Nóa er í dag. Já, segð mér annað þá, það er sko þegar það er svona stærsti skemmtistæður í heimi, það er diskókúla og þegar maður kemur þarna inn sko það bara eins og maður sé að koma, þegar maður kemur inn í Nóa þá er hvergi annar eins kultúr einhvern veginn sem mæti manni, hann mæti manni strax. En þýðir þetta það að aldursamsetningin á viðskiptavinum getur maður dregið þá ályktun að viðskiptavinirnir sé allir mjög ungir eða hvernig er aldur? Þeir hafa fyllt Nóa, þeim
og viðskiptavinnir, svona meðalaldri viðskiptavinna, Nova ekkit svo frábriðin samkeppninni. Nei. En það eru alveg ýmsir markhópar sem við gætum farið svona betur í. Já, það eru kannski einhverja hillur þarna sem við gætum svona vaxið líka inn í. En varandi kúltúrin og diskokúluna, þá sko diskokúlan svo merkilegt fyrirbrigði. Af því að sko þú ert með þessa kúlu, svo kemur eitt ljós á kúluna og hún lýsir upp allt annað. Lýsir upp og speglar allt annað og mér finnst það táknaði fyrir eiginlega sko það eru allir sem koma inn í Nova ljósið á diskokúluna sem að lýsa hina upp. Já. Og út af það gengur skemmtistæðurinn. Þetta finnst mér miklu dýpra heldur en að vera bara partí og gaman, þó það sé auðvitað ótrúlega skemmtilegt að hafa partí og hafa gaman, en það eru allir jafnir undir kúlunni, við skorum á hvort annað, þórum að segja okkar skoðanir og Nóa byrjaði sem áskorandi og það verið að skora á alla daga þar inni og svo svona sko þessi, ég veit ekki hvort þau lesið bókina Fiskin. Jú, ég er já. En það lesa allir hana sem byrja hjá Nóa og það Nóa skóli. Það Nóa skóli. Og ég fór líka í Nóa skólan og svo heppin og við erum hann árgangurinn 2025 saman og erum að monta okkur stundum að við séum í Nóa skólanum með árgang 2025. Já, hann mjög flottur árgangur. En þetta eru allir flotti sem að fara í gegnum þennan skóla og mikill skóli í honum og fiskurinn kemur það við sögu og það snýst að vera líka til staðar. Já. Og hafa gaman og þetta kemur náttúrulega frá sögunni í Seattle, hann á Pike Street, það fisksölumennir eru að hafa gaman og kasta fisk á milli og þá eykst salan og þeir selja bara jafn mikið á einum stað eins og 4 aðrir í kring. Já, það líka á þetta til staðar, það sko núveitundin svolítið, erum við ekki talað svolítið út frá því að það þú gefur þau allan í viðskiptavinin. Já, og í okkar samtal núna. Já. Má ég velta því fyrir mér sko með þessa kúlu að getur það verið að hún sé meira fyrir innanhúsbrúks heldur en utanhús? Bara bæði. Að Nóa þessi kúla sé eiginlega meira fyrir starfsmennina Silvía heldur en sko kúli, eða skemmtistæðurinn bæði inn og út af við. Já. En auðvitað bara skemmtistæður fyrir þig getur verið bara allt annað en fyrir mig. Þið finnst bara gaman kannski að fara upp á Esjuna að labba og það þinn skemmtistæður og skemmtistæður í dag taka líka breytingu. Já. Segðu mér annað, sko, það með þessa tækni, 5G náttúrulega komin svo tækni, en þið eru að fara inn í einhvers konar tæknibreytingar eða ekki, sko, á næsta ári. Segðu okkur aðeins frá því. Sko, við erum bara heldur betur byrjuð og það svo gaman að segja frá því að 5G tæknin núna sem að búið að setja upp, að hún heitir 5G standalone og þetta svona, gefur okkur það svona ads að geta farið og tengt hluti við og svona þetta internet of things erum við að fara inn á snjalltæknina og við erum líka væntanlega þá að gervigreindin getur hjálpað. Mun hún ekki auka sko gervigreindin mun hún auka sko gagnamagnið þetta sem að Já, hún býr til meiri kröfur á gagnamagnið og þú þarft að hafa meira gagnamagn til þess að vinna úr þessum upplýsingum sem verða til og þú getur verið með snjalltæki, þú veist eins og myndavélar, bara að horfa á umferð og ég var bara að skoða það í morgun, vorum að setja það upp, vorum að fá nokkra erlendis frá, normenn sem að voru að hjálpa okkur að setja upp bara öryggismyndavélar og það var ótrúlega hvað þetta getur gert, þau bara að horfa á hverjir að keyra, geta skrínað og fylgst með hvort það sé að koma eldur einhver staðar og þá búið að setja svona gervigreind inn í 5G svona myndavél og beauty við það að þú þarft ekki að tengja allar myndavélarnar við ljósleiðara þá getur þú bara sett þar svolítið út allt og á kannski svæði sem erfitt að koma ljósleiðara fyrir. Já. En það líka annað í þessu en þessi ljósleiðari þið byggið ennþá á honum Já, og stofnættið voru okkar afar mikilvægt. Já, hvernig maður með síma nær hann Nóa síma ég meina þið eru með samskonar tengingu og net það ekki bara, hafið ekki verið í samstarfi við Sín? Jú, við erum í samstarfi við Sín
og við notum bara bestu tæknina hverju sinni. Við erum líka í samstarfi við Mílu og svo eigum við okkar eigið. Hvað ef við erum að tala um tæknina þess að fólk alltaf meiri og meiri kröfur að það sé hraði á netinu eða ekki? Jú. Og hraði að ná í allt sem sagt. Hvaða framfærir eru í því? Það einhver takmörk vantilega? Jú, þetta tala svo saman. Þannig að ef að netið er ekki gott þá bara verður hægt hjá þér í símanum eða í tölvunni, en ef tölvan heldur ekki að geta nýtt sér netið þá verður það líka ekki gott og svo höfum við líka bara verið að skoða hvaða tegundar ráter er bestu fyrir heimili, hvernig stillir þessu upp, það skiptir miklu máli og getur verið með þykka veggi sem að geta svolítið svona stoppa flæði á heimilum, þannig að það er mikilvægt. Þá erum við farin að þið erum með ráðgjöf inn á heimilum. Já, svona snjall og heimilum og fyrirtækjum. Já, og heimilum. Það nýta sér það mjög margir. Vel á minnst, mann finnst einhvern veginn svona eins og að þetta, maður horfir á Nova að þetta sé farsíma fyrirtæki og þetta sé sem sagt, hvað er með símaþjónustu við fyrirtæki? Hversu stór? Já, við erum ótrúlega öflug líka í svona svokallum sérlausnum, eins og kallum það. Já. Og fyrirtæki hafa verið að nýta sér það í miklu meiri mæli. Og erum að ná að leysa ótrúlegustu hlut, þetta er svo frjótt og skapandi teymi sem við vinnum á Nova. Við vorum til dæmis að vinna með CCP að setja svona ljósleiðara þannig að þau getur streymt í Rauðhólshalli einhverja rosalega sýningu fyrir sig og svo erum við að vinna með Heklu, þau eru að byggja svakalega flotta nýjar höfustöðar sem eru svona svolítið að hluta til niður í jörðinni þannig að við höfum verið að leysa það líka með þeim og því fylgir alls konar þjónusta þannig að við höfum verið að þjónusta og erum með mjög mörg líka fyrirtæki hjá okkur og það er alls konar, það bæði svona að leysa þessi vandamál og svo líka bara venjulegt og tíminett en það er líka þannig að þú nærður þessu líka á Nóa svellinu. Já, svellið. Hvað með þetta svell? Já, til hvers er það? Líf byrjaði á þessu sínum tíma. Já. Hvað er þetta bara Hver er pælingin? Hver er pælingin? Er þetta bara að styrkja merkið? Nei, þetta er nefnilega dýpna það. Og mér finnst það svo merkilegt hvað Nóa er svona trútt brandinu. Já. Og kolefnisfótspor Nova, það er kannski helst sem er frábrugðið við flugið en það er allt annað fjarskiptamegin Já, vegna þess að flugið náttúrulega það er bara að þvælist fyrir í flugið það var mikið svona kolefnisfótspor þar en í fjarskiptunum að þá er það í rauninni það sem að er svona hvað maður segir, svona kolefnisfótspor innan gæsalappa er það hvað fólk er upptekið í símanum og þú er svona þetta doomscrolling og þú ert ekki á staðinum og þú ert í mat og fólk er bara komið í síman og Nova vill taka ábyrgð á því og það sem að Nova vill standa fyrir er að farðu út að leika, farðu á Nóasvellið, farðu út að borða, þeir fyrir einn og Dynout-klúbburinn og Vilda-klúbburinn og við erum með alls konar viðburði og við elskum tónlist, við erum að styrkja unga listamenn og búið til að ábreiður með þeim. Þannig að þetta er það sem að svona Nova stendur fyrir í þessu. Já, varðandi svellið. Varðandi svellið og þessi svona, þetta, maður eru ofta ílega með mitt velti fyrir. Segðu mér annað hérna. Og það er diskokúl á svellinu. Heyrðu, það er disko, ég þarf að fara það niður þetta. Við sem búum í Grafavóginum, við förum á lítið niður í miðbæ. Já, nú eru jólin og það er Valdimar er á þriðjudaginn á svellinu að syngja. Já, á þriðjudaginn kemur, það er þá hvað Þorláksmessa. Það verður fallegt. Þú verður að kíkja það. Já, ég verður að kíkja. Einhvern tíma var Nóa með rennubraut heldur Bankastrætið, ég hef byrst einhvern tíma myndað því. Aðeins með þessa snjalltækni, það er þú notar auðvitað síman við allt. Þú getur í efnil hort inn í ískapin heimiður og eitthvað svona stilt það. Þetta er takmarkalust og gervigreindin hversum gervigreind er í Bandaríkjunum þannig að það hefur hækkað verð hlutabréfa þar en sérðu að gervigreindin muni koma meira við sögu hjá símafyrirtækjunum í Íslandi á næsta árum? Ég held það og ekki bara hjá fjarskiptafélögunum heldur líka bara hjá félögum yfirleitt. Við erum að ná tökum á þessu
margir eru komni lengra en aðrir. Við hjá Nova vorum með svona flottan, ég veit ekki hvað við köllum þetta, svona hraðal þar sem við byggum til hópa, sem að fólk getur, eða starfsfólkið okkar var að búa til gervigreinda tól þess að létta sér lífið. En svo líka hægt að horfa á þetta miklu stærri skala. En ég held að ekki bara fjarskiptafélögin heldur bara flest fyrirtækir að fara að nýta sér. Já, gervigreind og auðvitað bara sjálfvirkni sem þá kemur líka inn í þá hvað það er. Heyrðu það kannski eitt svona bara ef maður fer aðeins yfir þetta svona, bara þetta er svona gamalt hjá fólki sko, sem eru að hittast hvaðan ertu þetta er svona hefðbundið hverra mann ertu þetta var stundum bara sko, aldur og fyrir störf var stundum sagt sko, þegar var verið að auglýsa atvinnuauglýsingar í gamla daga aldur og fyrir störf hver er Silvía Kristín Ólafsdóttir? Já, sko, ég skal reyna að fara hrætt yfir þetta. Ég myndi ekki að taka fjallkirkjuna, komin í, hvað, eitt bind? Jú. Nei, sko, ég er elst upp í Vesturbænum. Já, Káuringur og fer svo í Kvennó og þaðan í háskóla í verkfræði. Já. Hvað, ertu vélaverkfræðingur eða fjármálaverkfræðingur? Þetta er iðnaðarverkfræðingur. Við kallum þetta sumi pulsuverkfræðin. Það er sem að við svona... Já, Arnar tæknimaður, hann er verkfræðingur líka. Hann er líka öruglega. Ég veit ekki hvort það sé pilsuverkfræðingur. Ramasverkfræðingur. Já. Og svo... Já, og það var ótrúlega gaman og í því var ég svona að pæla svona hvað getur maður gert gott við þessa verkfræði og bankaði upp á hjá Rauðakrossinum og slökkvilin og fór að vinna fyrir þá og finna út svona hvað það væri styrsta leiðin að hafa slökkviliðsbíla og það var mjög skemmtileg tími. Fórstu eitthvað í sveit sem barn? Já, ég er ekki bara malbygg eins og við sögum að. Já, þú sagðir að þið vorum að undirbúa þáttinn. Þá sagði mér finnst þetta frábær setning. Ég hef komið út fyrir Reykjavíkur, ég er ekki bara malbygg. Já, ég var... Hvar varst þið sveit þá? Sko, mamma sagði alltaf við með þetta verið svo fallegur staður í Íslandi sem þetta er, hann Hrútafjörðurinn. Já, það er alltaf rigning. Já, blástur. Hver kannast ekki við blástur í Hrútafjörðinum? En svo fór ég nú setna, mér stundi gaman að veiða, ég nú eins og veitt þarna og það er ótrúlega fallegt og gaman. En ég fór í Hrútafjörðinum. En já, ég var í sveit nokkru sinnum og svona sem barn og já. En svo ferðu náttúrulega, þú verður í verkfræðin, þú ert aðeins út í London, er það ekki? Ég fer svo í London School of Economics, aðgerðar rannsóknir, aðgerðar greiningu og þaðan kem ég heim og fer inn í Seðlabankan á því... Þú vannst með Davíð Oddssoni? Já, í Seðlabankan. Mínum besta manni. Mínum besta manni, já, við vorum að tala um það. Mikill húmoristi. Já, vann með honum og var með það skemmtilegan titil Head of Contingency á fjármálastöðuleikasviði hann í hruninu. Já, ég var ekki... Nýskriðin út úr skóla. Þá varum við með Tryggva Pálssyni þar. Hann réð mig. Hann réði þinn, já. Já, hann réð mig inn. Ótrúlega gaman að vinna með honum. Já, skemmtilegu maður. Og virkilega klár og... Þú varst jo Origo líka. Já, heyrðu, svo þaðan, þá fer ég til Amazon. Já, Amazon þá erlendis. Erlendis. Já, ok. Flytt til Luxemburgar sem að höfuðstöðunar í Evrópu. Eru þar? Höfuðstöðu Amazon í Evrópu, í Luxemburg. Og hinnar eru í Seattle, þannig að maður var mikið svona pendla á milli. Já, ok. Og það var rosalega skemmtileg tími, ég vann bæði svona vöruhúsamegin og svona fjárhagsmegin og fór svo setna í bókabransan þar, í Kindle-deildina. Já, Kindle. Nú maður fann að, það er brandarinn sko, þetta er brandarinn þegar fólk er að tala um erlend nöfn, maður stikki það var einhvers þar, þá fer maður að bera erlendu nöfnin sko. Og ég ætla að svoleiði svona, þetta átti að vera svona gott að fara í bókabransan og svona meira purposeful aftur, ég var ekki svona að reyna það og það voru allir að lesa á þessum tíma þannig að bókina 50 Shades of Grey sama hvað kom upp úr kassanum, það var alltaf fyrsta bók en það var nú fleiri líka vinsalar og svo En þegar þú kemur heim ertu þá, eða þú náttúrulega fyrir í Seðlabankan en svo ferði í Origo og þú varst þar í hvað í 2-3 Já, nei, ég var bara 1 ár þar en á undan því fer ég til Landsvirkjunar er að stýra fer inn í svona tekjustýringa og það heildsölusamlingarnir er að breytast þátt í því verkefni og Landsnet kemur þarna þá einvandarlega á þessum tíma og svona þessi svona, kannski vísir að þessum raforkumarkaði sem að er að byrja skiptum þessu niður og svo fór ég yfir í að reka virkjanir Þannig að ég fór og var að reka Kröflu og Þeistareykji þegar var verið að byggja hana. Já, ok.
með honum Steini sem var rosalega flottur stöðarstjóri á þeim tíma Já. og Vésteinn og mjög flottir Já. í Skútustaðarhreppi. Það var mjög gaman að vinna með þeim Mývatn. í Mývatni og svo fór ég þaðan til Æslandir og svo í COVID hjá Æslandir og þá var ég fórstuðumaður yfir leiðakerfinu Já. en er svo búin staða hjá Origo Já. og ákveða að fara þar svona, það var framkvæmdastjórastaða Já. er þar með Jóni Björns, rosalega gaman að vinna með honum og lærði mjög mikið á þessum tíma mjög öflugur og strategískur og svo fer ég aftur inn til Æslandir og ég nær mér aftur tilbaka inn í framkvæmdastjórn og er í svona, byrja svona markaðsmegin og fer svo yfir í reksturinn og verð þá account eða CCO eða COO fyrir ekki. Já. En það er allavega svo að þú komið til Nova, þú byrjar þetta fyrsta skal ég segja þér oktober. Já. Þá afhendi hún þér kúluna. Þá kom kúlan, já. Herðu Örstuð, þú ert á Vesturbænum, þú átt stráka sem eru í KR eða ekki? Jú. Og mætir á leikina? Herðu, já, ég mæti, en ekki pappin ég var nú að gefa eiginmanni minnu það, hann er duglegur en ég að mæta leikina, en ég er rosalega stolt af þeim og ég var bæði 14 ára Kormák og Mattias Björgvin 16 ára, hann er að fara að spila með meistaraflokki núna. Nú já, það er bara frábært til hamingju þannig að þá veit maður hvað þið talið um á mótnana. Já, það er bara fótbolti. En þú mátt ekki verið í símanum er það á leikjum eða hvað? Nei, ég er maður freista stundum. Eðlilega, sem forstjóri símafyrirtækis. Það er betra þegar maður er á staðnum. Já. Herru, þetta er glæsilegt hjá okkur, bara gaman að fá því í þáttinn. Bara gaman að fá að koma. Silvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova, kæra þakki fyrir komuna. Bara takk fyrir að fá að koma. Já, takk.